Það sem skiptir mestu máli í skógarmálum samvinna. Við verðum að vinna öll saman. Sveitarfélög, yfirvöld, skógareigendur, skógræktarfélög og ríkisstofnanir sem tengjast skógrækt. Við þurfum að rækta mikið af skóglendi á næstu 5 til 15 árum. Við ætlum að standa við loftslagssamninga sem að Íslendingar hafa undirgengist og ætla sér að standa við. Það það að við séum með þessar víðar verslun þar sem að skógarafurðirnar eru til sölu og það eru gjarnan þeir sem gerast félagsmenn hjá okkur. Það er svolítið svona önnur tenging. Og það er mikið hátt fyrir því að planta á þessum tíma. Ef við værum ekki hérna í skóginu núna þá bara sætum við á jörðinni, reyna að finna skjóli eða farum inn í húsi. Við erum stödd hérna saman, félagar úr skógræktarhreyfingunni. Skógræktarfélag Íslands er að halda aðalfund sinn. Það eru félagar úr það bil 60 félögum sem eru út um allt land. Félagarnir eru svona 7.500 til 8.000. Þetta er einn stærstu umhverfissamtök landsins. Við hittumst einu sinni á ári og höldum aðalfund. Fundurinn er 3 daga og við gerum ýmislegt saman, ræðum saman, höldum erindi, hlustum á hvert annað og síðan eru ályktanir. Og það er yfirleitt einhver mál sem að brenna á okkur og núna er það skipulagsmálin sem brenna á skógræktarfólki. Það er erfitt að fá leyfi til að rækta skóg á nokkuð stórum svæðum, það er að segja 10 hekturum eða meira. Og við þurfum að rækta mikið af skóglendi á næstu 5 til 15 árum. Við ætlum að standa við loftslagssamninga sem að Íslendingar hafa undirgengist og ætla sér að standa við. En skipulagsmálin standa dálítið í veginu fyrir okkur. Það eru mikla flækjur í veginum og við viljum breyta þessu, við viljum einfalda hlutina. Við viljum létta á þessu kerfi og rækta meiri skóg. Það er bara lykilatriði. Þannig að þetta kemur svolítið svona óvart. Þetta er lítill skógur en hann er samt flottur. Krakkar á leikskóla nota hann mjög oft og eins og sést að göngustíðan vel nýttur. Þetta er Blæöst, ein af 7 sem að Jenny í Borgarnesi færði okkur og varaði mjög vel að setja með þessu. Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands á þessu ári 2025 er haldinn í Borgarfirði í boði Skógræktarfélags Borgarfjarðar. Þetta hefur búið að vera mjög langur og skemmtilegur undirbúningur fyrir fundinn. Við erum búin að skoða Reykholtsskóg og fórum í Eggertsflöt og þar fórum við undir leiðsögn Friðriks Aspelunds og séra Geirs Voge. Plöntuðum tré og hópurinn skemmti sig mjög vel. Og skógurinn var á hæðum og í hlíðunum náttúrulega. En þar sem að mýrlendast var með ánni, þar var engin skógur náttúrulega. En þetta eru ansi mikil tré sem að þar hafa þó verið áður fyrir 3000 árum. Við Óskar Guðmundsson, fyrrverandi formaður Skógræktarfélagsins, við hirtum lurka niðri við á sem eru fiskilurka sem eru þetta sverið. Ég er ekki að ýkja þó að segja vestar. Alvöru lurkar, þeir eru eins og gildur karlmaður yfir sig. Skógræktarfélag Borgarfjarðar er tiltölulega lítið skógræktarfélag og er ekki með fastan starfsmann. En samt sem áður er félagið með 6 skógarsvæði undir umsjón og 1 skógarsvæði í sínu einu eigu. Þannig að það er nóg mikið að gera í kringum það og oftast er stjórnin að skipta starfshlutverkum og fara að vinna í skóginum. Það vantar náttúrulega alltaf fjármagn og við erum með samstarfi við sveitarfélagið. Það eina sveitarfélagið er Borgarbygd sem okkar skógar eru í og þá gengur vel. Þá er aldrei nóg til af peningum til að gera allt sem maður myndi vilja gera. Í rauninni erum við bara viðhalda að núverandi stöðu. Við erum ekkert að gera framfarir og við erum ekkert að gera við skógana. Það er samt eitthvað sem við verðum að gera. Þegar það vantar í okkar skógum vantar grísjón, það vantar betri nútímanlegri göngustíga með allar áætlanir og brúnavarnir í lagi. Miðað við heimsóknir í skógum, miðað við breyttar venjur fólks, hestamennsku, reiðhjólamennsku, ferðamennsku og allt sem kemur með þessum hlutum er mikið þörf fyrir betrun í okkar skógum. Og þó að við gerum okkar besta, þá er það aldrei nóg.
saman höndum, stríðum við vorri þjóð. Húrra! 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 Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur leitað leiða til að fjölga félagsmönnum. Félagsmenn þeir eru kannski verið tengdar í skógarafurðunum okkar. Það er það að við séum með þessar víðar verslun þar sem að skógarafurðunar eru til sölu og það eru gjarnan þeir sem gerast félagsmenn hjá okkur. Það er svolítið svona önnur tenging og líka kannski umhverfissinnar og útivistargestir. Ég held að svona umræðan Heiðmörk og skipulagsmál í Heiðmörk hafi svona skapað ákveðna fjölgun hjá okkur. Gönguskíðaiðkendur, námskeiðahald, allar tengingar sem við eigum við skógarnotendur í svona hinn víðasta skilningi, að það er eiginlega svona sá félagsauður sem við erum að sjá kannski aukningu í fjölgun félagsmanna. Við erum ekki með mikið af börnum sem eru félagsmenn í Skógræktarfélagi Reykjavíkur og það er vissulega áskorun hvernig við náum unga fólkinu út í skóg, hvernig við fáum þá til að tengjast skógarmenningu og þar held ég að skólarnir gegna lykilhlutverki og verkefni eins og Yrkjusjóðurinn tengja skógrækt svolítið unga fólkinu. Og það var kannski gaman að segja frá því að fyrsta skipti á síðasta ári þá var eiginlega öll jólatré hoggin af kvenkyns skógfræðingum Skógræktarfélags Reykjavíkur. Þannig að en vissulega voru torgtré tekin niður af skógaverðinum í Heiðmörk sem er karlkyns en ég held að þetta vægi milli karla og kvenna sé svolítið að jafnast út og konur í atvinnulífinu sem er félag kvenna í atvinnurekstri eru með landnemaspildu upp í Heiðmörk og þau verðlauna fyrirtæki fyrir kynjajafnrétti með trjáplöntum í Vífilsstaðahlíð ár hvert og það er svolítið gaman að sjá þessar öflugu konur. Þetta vekur svolítið fyrirtæki til svona kynjajafnréttis og líka þetta stuðla líka að því að við fáum fjölbreyttari fallegri útivistarskóg í Heiðmörk. Arnarholt er gamalt sýslumannssetur. Þetta er 1909. Það var þá vinnumaður hérna og það var náttúrulega mikið haft fyrir því að planta á þessum tíma. Þessar plöntur, þetta eru rótarplöntur og þær koma með skipi upp í Borgarnes og síðan bát frá Borgarnesi inn allan Borgarfjörðinn og hérna upp Norðurána og í land hérna þar sem að brúin er á Norðurá í dag. Á þessum tíma, árið 1910, þá voru hérna danskir landmælingamenn að kortleggja Ísland og búa hérna hjá sýslumanninum í Arnarholti. Og við eigum kort af Arnarholti í jörðinni og merkt inn örnefni og svoleiðis. Og þá var þessi skiki hérna fyrir ofan að stendur á honum Lundurinn. Þannig að menn voru bjartsýnir. Þetta var tilnefnt sem tré ársins 2014 af Skógræktarfélagi Íslands. Þetta er hérna Evrópulerki og þá er talið viðarmesta tré á Vesturlandi. Það er hérna engin venjulegur karlmaður nær að faðma það og taka utan um það, þannig að það þarf tvo til. Var þetta girt af að því að það var sauðfé hérna. Ungmennafélagið hérna fer síðan að planta og það var aðalega greni og hérna þessi. Þannig að þetta hérna fyrir ofan, þessi ræktun var komin þegar við eignumst landið. En þetta sem hún sér hérna fyrir neðan allt saman, þetta er allt saman gróðsetning frá okkur Laufeyju. Og hvað er Laufey núna? Ég var ekkert að hugsa skóg í gamla daga. Ég var í sveit á Gilsbakka og þar er svolítið svona skógur, það var kallað skógur, það var kjarr
og hann var eiginlega fyrir, sko, það var svo erfitt að smala þar. Það var alltaf gaman hjá stjórn Skógartöðlarfélags Borgarfjarðar. Starfið það fólst mest í þá að kalla saman fólki og reyna að gera eitthvað skemmtilegt í skógunum. Það var til dæmis eitt á Halloween, þá bjuggum við til svona eitthvað hræðilega drauga og voru líka með litla svona kyndla í skóginum og svo voru litlu krakkanum boðið, helst litlum, sko, þannig að sem verða raunverulega hræddir við drauga. En þetta var mjög gaman og þetta settum við niður 2001 og reyna að fá fólkið sem var ekki fastbundið í skógræktarfélaginu, heldur svona hina líka með því eitthvað að gera í skógunum. Og ég held að það skiptir máli. Við þurfum að stækka hópinn, sko, með því að bjóða upp á eitthvað annað að gera í skógunum. Við þyrstum helst að fá svona meira yngra fólk í að taka að sér að vera til í að vera í stjórnum. Taka að stjórna, vera með. Það aðeins að koma. Hlutinni breytast og tímarnir eru að breytast og það svo mikil áskorun núna vegna þess að loftslagsmála og hvað við að gera, hvað rétt að gera. Og ef við værum ekki hérna í skóginu núna þá stæðum við, þá lægjum við helst bara að sætum við á jörðinni, reyna að finna skjóli að fara inn í húsi, eins og við tölum á það. Til þess dæmi, og lærdóm tökum við að gamla dæmi, til þess dæmi að skógartré, 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 þau hætta að myndi sér. Og eins með yngur hitar kólast, og hrörn og skólast, og hrörn og skólast. Og eins með yngur hitar kólast, og hrörn og skólast út í grænan sjó. Hrörn og skólast út í grænan sjó, hrörn og skólast út í grænan sjó. Hrörn og skólast út í grænan sjó. Við okkar